Kristur, en ég læri með Jesú Kristi Nasaret og ég komi með til að gera tilhörð með ykkur. Ég ætla að segja ykkur sögu mína. Það byrjaði líklega, það er góð spurning, en ef maður að byrja sem barn, þá trúði ég Jesú þegar ég var barn og ég trúði að hann væri bróðir minn og ég trúði að Guð væri pabbi minn og ég gat alltaf leita til þeirra og fengið huggun. Og ég var svona trúið fram með fermingu og mjög einlæg í minni fermingu. Svo þess að gengur gerist þá týndist ég sem unglingur. Það var frávæðingin með mikið ítök, allir með kynlíf á heilanum og allir alltaf fullir. Og það var svona óskemmtilegu tími, þó að það var nú stundum gaman líka. Svo eignaðist ég náttúrulega indæla og yndislega eiginmann, eða mann sem er eiginmaður minn í dag. Og þó ég geta nú verið alveg yndisleg manneskja og góð og allt það, þá var ég nú oft frekar leiðilega við hann og ósamgjörn. Og ég var með svolítið svona sveiflur, skapsveiflur og gat alveg allt gat virst vera algjörlega dimmt og bara tilgangslaust og svo gat allt verið ógeðslega spennandi. Og þannig var nú það í mörg ár. Og þá svona þroskaðist ég svolítið mikið. Og það ég tók svolítið eftir með meðgöngu var að sérstaklega breytingar á draumum. Breytingar á draumum mínu, hvernig mér dreymdi á nóttunni. Af því að það var eins og eitthvað svona breyttist algjörlega í heilanum á mig. Og ég fór að vera rosalega sterk og hraðskreið og mér var ekkert megn. Og það var augljóslega einhver undirbúningur í gangi fyrir þetta foreldrahlutverk. Og það var ótrúlega góð tilfinning. Og ég fór bara svona að draga mig í hlé meira og vildi ekkert vera mikið annað fólks og bara búa til mitt hræður með manninu mínum. Svo eignaðist ég þennan yndislega dreng og eins og segja mikil þroski átt sér stað. Og breytingar líka kannski að því ég fór bara að taka þetta hlutverk alvarlega. Bara ég er hann fullorðinn og barn og ég held ég hafi bara orðið miklu betri manneskja við það. En það var nú samt þannig sko að það var alltaf þessi vanlíðan samt inn í mér sko. Og þegar barnið var alveg einsams eitthvað svoleiðis, þá hugsaði ég sko nú þarf ég bara að axla ábyrgð á mínu lífi. Og ef það er alltaf einhver vanlíðan bara inn í mér, eða eitthvað sem bara er alltaf að naga mig, þá þarf ég bara kannski að athuga hvað það er. Og þá fannst mér, hugsaði ég, þá var nú kannski bara gáfulegt að ég hafi reyndar nokkru sinnum farið til sálfræðinga. Og alltaf frekar stutt og aldrei svona almennileg meðferðin ráði sko. Enginn áttaði sig á að tala um áföll eða neitt þannig sko. Þannig að ég var alltaf bara frekar fljóð mér leið allt sem vel þegar ég var búin að tala um hvernig mér leið að ég bara, mér leið búin ekki betur, hætti alltaf bara strax að fara til þeirra. En þarna var ég bara, já, heyrðu, nú fer ég bara til geðlæknis. Það hækka í mér, sko. Já, mér fannst allt í mér bara mjög, en þannig hugsaði ég bara, ég ætla að gera breytingar, ég ætla bara að taka þetta skref, ég ætla að geðlæknis. Og það var einhvern veginn allt öðruvísi stemning í þessu geðlæknisviðtali heldur en hjá sálfræðingunum. Hún var bara með svona staðlagan spurningalista sem að ég svaraði bara eftir bestu getu og ég tók alveg eftir því að ég svaraði spurningunum allt öðru sem ég hef kannski gert áður en að barnið fæddist. Og það voru bara breytingar með lífi þannig að það kom ekkert fram að ég hefði einhverja skapsveiflur eða eitthvað svoleiðis. Ég bara
svaraði eftir bestu getu og var mjög róleg í þessu viðtali. Og hún greindi mig bara á þessum 40 mínútum, sagði bara, já, þú ert með almenna kvíðaröskun. Og ég hugsaði bara, þetta er bara nokkuð gott. Sko, það var nefnilega læknanemi við hliðina á henni og hún var svolítið hissa, bara, en ég tók eftir því, sko. En ég hugsaði bara, já, hún mæltist með því að færa á þunglyndislyf sem eru stundum notuð við kvíða og ég færi í samtalsmeðferð. Og mér fannst þetta svo góð tilfinning að fá þetta orð, kvíði, inn í minn orðaforða. Ég hafði aldrei nokkuð tímann hugsað þetta orð, kvíði. Ég hafði aldrei pælt í því að ég geti verið kvíði. Og þetta líka var ótrúlega hjálplegt í okkar hjónabandi. Vegna þess að áður, sko, þegar mér leið illa, þá bara þurfti ég að reyna að útskýra það með sem flestum orðum og bara miklu drama. En eftir að ég fekk þetta orð og þessu greiningu, þá gæti ég sagt, ég er svo rosalega kvíðin í dag, bara er í lagi að fara bara aðeins að fara í herbyggi. Og þetta var rosalega mikil einföldun og mjög þægilegt og mjög gott. Og ég er þakklátt fyrir þann dag í dag að hafa þetta orð og nota þetta orð og bara eiga það. Og ég fór ekki strax á lyfin, það var eitthvað vesen að leysa þau út og eitthvað og það svona slóst það svo frest, þetta var eitthvað svona, byggum í Kanada á þessum tíma og þetta var eitthvað svona, ég man ekki nákvæmlega hvað það var, allavega ég byrjaði ekki aðeins strax og svo sumarið það fór til Íslands og ég fór aðeins til sálfræðings þar á kvíðameðferðarstöðinni. Hún segir við mig eftir svona, hún var líka með það spurningarlista og hún segir, það er ekkert í þínu fari sem bendir til þess að þú ert með almenna kvíðaröskun. Það sé ekki rétt greining hjá þessar konu, ég sé bara þú ert með frekar lágt sjálfstraust, kannski það er ekki svolítið skoða. Hún lét mig hafa bók svona man ekki hvað það heitir, eitthvað hvernig ég geti lagað sjálfstraustið mitt og ég náttúrulega las þá bók aldrei. Mér finnst samt áhugavert því að ég gat alveg staðið upp á sviði og ég gat haft alveg brjálæslega mikið sjálfstraust sko út af við en þá og svo inn á við stundum bara alveg var ég mjög lítil manneskja og var ég oft. Þannig að þetta var svona áhugavert. Og þá náttúrulega var ég svo svona ekkert að pæla til að fara á þessu lífæni þannig. En það sem var svo áhugavert að þannig haustið, þegar ég kem aftur til Kanada, þá dreymdi mig draum. Og það sem hafði svolítið verið að gera svona árin á undan var það að ég fann áttum á því að ég gat tekið leiðsögn í draumi. Ég gat sem sagt, mér fannst eins og það væri væntanlega Guð sem væri að leiðbeina mér og hjálpa mér. Og það sem gerðist þannig ég hafði eitthvað verið náttúrulega að hugsa þessi lyf og ég var komin lyfseðilinn í hendurnar. Ég var óviss, ég vissi ekki, ég var ekki eitthvað kvíðaröskun þannig átti ég þá að taka þau, ég var svona, vissi það ekki. Nema hvað að mér dreymir að ég er í flugvél og það er opið og ég á að stökkva. Ég á að stökkva úr flugvélunni og svo kemur eitt fram hvað hún fallið eða ekki en fyrst var ég svona svolítið hikandi en svo bara allt í henni fylltist ég þessu öryggi og ég bara stökk úr flugvélunni, alveg óhrædd. Það fyrsta sem ég gerði daginn eftir bara að fyrir með stráknir í leikskólann, fyrir í apótekið, lyfin. Ég vissi það að ég ætti að taka þessi lyf. Og ég byrjaði að taka þessi þunglyndislyf. Ég er ekki, þetta var fyrir þann tíma að ég áttaði mig á mikilvægi þess að vita hvað lyf heita og hvað maður að taka mikið af þeim. Þannig ég er ekki alveg viss hvað það var. Ég grunar og mér minnir þetta hafi verið sertralyf. Þau átti að taka einhverja 7 vikur að byrja að virka almennilega. Og á þessum tíma var ég stór tímamót í mínu lífi. Ég var að ljúka meistarritgerð sem hafði tekið mig langan tíma að skrifa og hafði alltaf verið að hugsa lítið barn með því. Og ég var líka að komast í eitthvað svona tónlistarsamstarf sem ég fannst ótrúlega spennandi. Og ég var líka að byrja að vinna á nýjum vinnustað. Og þetta var svona margt í einu sem var svona stór breyting. Og ég finn svolítið svona bara fljótlega eftir þessum vikurnar líða finn ég breytingar á mér, jákvæða breytingu út af þessum lyfjum, Ég finn fyrir auknu sjálfstrausti, ég finn að ég svona einhvern veginn bara, hafði alltaf verið svona frekar, kannski ég hafði aldrei pælt í því, aldrei hugsað út í það, en ég áttaði mig á því, ég hafði alltaf gengið svolítið álút og ekki endilega horft framan í fólk, en allt í mig fann ég bara að ég réttist bara svona upp og ég gæti horft beint í augun af fólki.
og ég var ekki feimin og mér langaði að tengjast fólki og mér langaði að mynda tengsl einhvern veginn og þetta var þægilegt, þetta var góð tilfinning, ég sagði bara mikið rosalega þetta góð líf og mikið í glöð. Svo var það, þegar 7 vikur voru liðnar, þá var einmitt svona starfsmannapartí á nýja vinnustæðnum. Þetta var bakari og þetta var nýtt bakari og allir voru nýjir. Þetta var allt svona töff fólk sem að stundar fíkniefni á frídögum sem að ég gera ekki alla jafna, en það var ég ekkert mikið að skemmta mér. Nema hvað að þarna í Kanada þá þykir það nú bara hið eðlilegasta mála að fá sér jónu. Það var bara svona eins og við fáum okkur bjór hér. Þannig að, og ég hefði alveg fengið mér smók bara þegar ég var út á meðal fólks. Aldrei reikning eftir ráði. Og þannig þessu partíi þá bara aldrei þessu, þú veist, ég fengi bara í glas og mér bara vel og það var gaman og svo fekk ég mér nokkra smóka af kannabis. Það var bara skemmtilegt líka og þetta var bara svona trillt partí en ég var bara róleg og fór svo bara heim. Og nema hvað að þegar ég vaknaði daginn eftir þá er ég ennþá í vímu og ég man reyndar ekkert, þú veist, hversu mikið ég svafaði henni þannig, en ég var í vímu í 3 daga og fer svo mæti ég í vinnuna þannig að ég tara eftir og þá er ég bara ennþá og maðurinn var búinn að lýsa þessum áhyggjum og fólk var bara, heldur það að vera eitthvað í þessu sem varst að reykja eitthvað annað heldur gras og það er fyrst sem ég spyrði ekki með vinnuna, hvað var eiginlega í þessari jónu? Og hún segir bara, hvað meinar þau? Ekki neitt. Ok. Svo fer ég í uppvöskunarkrókinn þar sem ég var að vinna. Og þetta var svona ferkanta rými, svona kannski, áttan ekki nú álaði, kannski 1,5 meter á hvert kant. Sem hafa svona stóri innflötu vel og þurfti að setja þetta í grindina og svo bara svona snúast í hring. Og ég fer þarna bara að vinna, það er bara nóg að gera. Og er hann að snúast bara í hringi með þetta leirtau. Og allt í einu finn ég sko að ég er ekki ein. Ég finn að það er kona með mér og ég veit alveg hvað kona þetta er. Ég þekki þessa konu. Ég þekki hún er íslensk. Og hún er miðill. Og ég finn hún hjá mér og hún er með mér. Hún er svona einhvern veginn bara, bæðið innan með mér er líka svona einhvern veginn til hliðar af mig. Og ég og ég finn það og ég er rosalega spennt, sko, af því að mig langar alltaf svo mikið að vera sérstök. Og ég finnst þetta alveg æðislegt að ég væri bara alltaf með að koma eitthvað svona andlega eiginleika. En málið er að hún var svolítið hissa að hitta mig þarna fyrir. Hún bjóst ekki við að mæta mér. Og ég var alveg bara uppnumin af spenningi yfir þessu sko og fór alveg að spjalla við hana sko í huganum. Ég hef örugglega sagt eitthvað uppátt líka, ég var svona út af fyrir mig, þú veist, hitt starfsfólki var ekkert mikið henni kringum mig. Og hún fer svona að segja mig til og kenna mér eitthvað með. Og þetta virkar alveg þannig sko, að meðan það gekk vel, þá var hún að tala um mig. Þá var ég að vaska upp og hún var bara að segja mig til. Og við vorum bara í sambandi. Hún var ekki að kenna mér að vaska upp sko, hún var meira svona, hún var bara svona, hún var kannski ekki nákvæmlega hvað hún var að kenna mér, hún var bara, en það var mikilvægt. Og ég er svona, ég fer sko að hugsa, yes, ég er sko, nú gerum við eitthvað, nú bara breytum við heiminum. Ég get komist í hugsanatengsl við fólk og ég get bara tengst mjög mikilvægu fólki og við getum í alvöru breytt heiminum. Og þetta er ekkert flókið vegna þess að vinkona mín, hún þekkir David Lynch og hún var á hugleiðslunámskeið hjá honum og þú veist, systir mín þekkir son Bjarkar og þú veist, þetta er bara ekkert flókið. Og svo hún þarna pússir það jafn, já, og ég sá bara fyrir mér að við ætlum bara að kalla fólk saman og bara gera gaggjara breytingar á heiminum og mér finnst þetta ekki órumsett, heldur í dag. Af því að ef við tölum saman, þá getum við gert allt. Og ég var svolítið svona fenguð þeirri hugmynd sko að ég væri norm líka. En konan sem sagt, henni leist ekkert á blíkuna, henni fannst þetta ekki sniðugt. Og finnst ykkur óþægt að hafa netið á fótunum? Nei.
kom. Konunni fannst þetta ekki sniðugt. Henni fannst ég ekki vera tilbúin að taka við þessum eiginleikum sem var búið að úthluta mér. Og hún sagði, vertu róleg og snúðu þér til Guðs. Og ég bara, já, en ég ætla samt að vera norn og ég ætla samt að breyta heiminum með þessu fólki. Þú veist, við getum það alveg og ég svo mikið prakkari. Við gerum þetta svona punk. Þetta var bara geðveikt. Ég hef ennþá trúið þess að örugglega einhverjum eini sem þekkir Björk og þú veist, við getum gert þetta, ég er alveg til í það. En ég hef ekki enn eiginlega, ég veit það ekki, kannski. En allavega þarna, þú veist, þá var þetta í gangi og hún segi, snúðu til Guðs. Næstu mánuði átt þú að trúa aðeins, óttast ekkert. Og svo segir hún, þegar sumar kemur, og þetta var í janúar, þegar sumar kemur, þá kemur einhvers konar svörun eða eitthvað svar. Þannig að, allt í lagi, ég bara enda á að fara heim, sko, þetta var bara, ég þurfti bara að komast heim og inn, ég gæti ekkert verið þarna náttúrulega og bara hagaði mér mjög skringilega, talaði yfir manni bara eitthvað og sagði henni frá þessu öllu og bara, já, þetta er bara allt að gerast og þú veist, og kom með eitthvað skilabóð til hennar líka, hann, þú veist, frá og eitthvað svona. Og hún var alltaf bara mjög hissa og ég fór bara heim. Og svo held ég bara áfram með þessum dýr heima og er ennþá með þessa konu með mér. Hún er ennþá með mér. Og maður minn heima og ég er bara með málæði. Ég reyna að vera þannig að allt sem kemur til mig, það segi ég upp á. Ég bara segja hún frá öllu. Já, og þú verður mamma og að því að það var búin nokkuð ljóst að næstu mánuði myndi ég ekki vera fær að vera mamma, sko. Hann þurfti að vera mamman. Og svo man ég get allt sem ég sagði, maður bara svo veldi þessu, bara þú átt að vera mamma. Og náttúrulega allt þetta hljómaði örugglega mjög skringilega og ég veit að hann var mjög áhyggjufullur. Og ég sagði hann náttúrulega að þessi kona var hann með mig og hann þekkir hana líka. Og svo finn ég það, sko. Ég finn betur. Ok. Hún er hægt komin. Hún er í rúmi. Hún er á spítala. Og hún er bara ein og börnin hennar er ekki hjá henni. Og hún vildi komast í samband með börnin sín. Og ég þurfti að rifja upp hvað börnin hennar hétu og svo þurfti ég að fara inn á bað og kalla nöfn barnanna svo að þau myndi heyra, þú veist, í mér og fara til hennar. Og svo kemur við svona kvöldi og þá sest ég niður og ég fyrir tölvuna og ég bara svona, ég þarf ekki að ná bara fókus, ég þarf bara að ná til hennar og þetta er alveg bara svo yfirtilmáttur, sko. Og hún er vinkona mín á Facebook, þetta er semst eldri kona. Og ég fer að skrifa og ég segi, mundu að við elskum þig. Jesús elskar þig, við elskum þig. Og svo skrifa ég líka eitthvað Björk og Lynch og þetta, sko. En svona kjarnum á svo þetta, ég vildi að hún vissi að hún verið elskuð. Og síðustu orðin sem ég skrifa eru, núna ertu dáin. Svo man ég ekki nákvæmlega hvernig þetta fór nema hvað ég komst ekki úr þessu ástandi, ég svaf ekki neitt og var ennþá mjög trillt daginn eftir og þetta endar með því að maðurinn minn tekur vandræða með hringir á sjúkrabíl sem gerði mig alveg brjálaða og og þá var ég bara, hvað ger ég nú? Það er að koma sjúkrabílina og ég er bara, þú veist, ég er bara, ég er ekki gæð og ég þurfti bara, ok, þeir sturtu og ég bara svona og var alveg tilbúin slög þegar þau mættu. Og maður mér bara grét og ég var bara, hann er bara í ruglinu, hann er bara að reyka svo mikið gras sem hann gerir ekki. Og það var bara ljótast, þetta var bara ömurlegt. Gagnvart honum. Og þau fara svona að taka, þú veist, blóðþrýstinginn og tekka púlsinum og eitthvað svona að tala við mig og ég bara, mér fannst ég ljóma bara og ég var bara, allt í lagi eitthvað. Og svo var ég bara að fara með mér í sjúkrabílinn og hann kom með og ég var bara, hvað er að gerast, einhverjum sjúkrabíl? Og þá bara fór allt, og hélt ég bara, ég var líka að fara að deyja og ég var á spítalinn því ég er ekki geðveik, ég er bara að fara að deyja, ég er með heilablóðbólgu, ég finn ég stýr í maganum og þú veist, það var alveg bara trillt. Og enda með því, það er langa svo stutt, þetta var langu tíma og það er bara málið, þegar við erum í svona miklu, svo miklu andlega álagi, þá þurfum við ofta að bíða svo
ótrúlega lengi eftir að komast af. Og þú veist, bæði hér og í Kanada. Þetta var í Kanada. Og þegar, þú veist, fyrst var ég búin bróðamóttöku og ég búin að bíða það heil lengi og maðurinn með mér og ég bara ekki, þú veist, bara miklu álægi. Þetta var rosalega löng bið og ótrúlega erfið bið. En ég notaði tímann meðan ég var á spítalanum og þú veist, fekk að fara á klóstið og þá svona frelsaði ég nokkra sálir í leiðinu og svona náði tengslum við fólk og var bara Jesús elskar þig og eitthvað svona. Og þau brostu og það var yndislegt. Það var góð tilfinning. Og það segir það svo er ég loks sofa farin upp á geðspítala. Og búið að geðdeild. Og þá fékk einhvern veginn að maður minn ekki koma með mér inn. En ég var alveg á því bara, ok, ég þarf að tala við lækni, það er eitthvað mjög mikilvægt að fara að gerast. Og ég bjóst til að hálfpartinu að ég mæta sama geðlækni og hafði greint mig með kvíðaröskunina og það væri eitthvað mjög mikilvægt að fara að gerast það. Og vil ég heyra allt. Ég bara fór úr öllum fötunum og fullt af fólki hana. Og sjálfsögðu þetta var mjög heppilegt, mjög góð aðferð að komast fram fyrir. Þannig að, og þetta er dýrmæt minning vegna þess að ég hef þessa reynslu frá því að vera í Kanada bara og haga mér með þessum hætti inn á geðdeild. Og í dag veit ég hvað gerist þegar þú hagar með þessum hætti á geðdeild á Íslandi. Það er ekki skemmtilegt. Nema hvað, að það komið vel fram við mig, það komið fallega fram við mig, svonelskan, eitthvað mér hjálpað í fötin og ég leitt inn til læknisins, ég þurfti alveg að fara út tvisvar sko, og læknir er vingjarnlegur og það eru 3 konur, vingjarnlega konur og mér er bara, það er útskipt fyrir mig, þessi konur eru hér bara til að sjá til þess að fara allt siðsamlega fram og ég skildi það bara mjög vel, þetta var bara, og læknir var bara þægilegur og ég sagði, ég þarf að segja það svolítið mjög mikilvægt og hann sagði, já, en viltu ekki taka þessu töflu fyrst? Allt í lagi, þú veist, þetta var svo vel gert, þetta var frábært. Og þá sagði ég, já, náttúra Íslands er í hættu. Og hann sagði, magnað, ég var á Íslandi bara í fyrra, þú veist, það er eitthvað þarna. Auðvitað voru allir farið til Íslands, það ekki, en þú veist, það veit ekki. Ég fekk bara að vera eina nótt á spítalanum og þetta lyf hjálpaði mér að sofna, það var frábært. Og maður minn kemur svo til mig bara morgunin eftir og við vorum ótryggð, það er eiginlega málið. Þess vegna fekk ég bara að vera eina nótt á þessum spítala þegar við gátum ekki borgað fyrir að vera þarna. Og þá var ég bara farin heim og Gulli átti að passa mig. Æ, fyrir ekki, sorry, maður minn átti að passa mig. Og passa upp á mig, sko, ekkert áreiti og bara vera róleg, alveg róleg, ekkert áreiti. Og greið hann, fyrir að gera það. En ég róaði þetta frekar fljótt, en ég var strax að hugsa, hvað kom fyrir? Er allt í lagi með hana, konuna? Er hún enn á lífi? Er allt í lagi? Og hann gæti ekki sjá hana mér og ég bara, hvað er í gangi? Þú veist, hún leið og ég svona fann að róast. Fyrir 2 dögum seinna, þá fær ég náttúrulega inn á Facebook og skrifa og segi, bara, er allt í lagi með því? Ég fann svo mikið fyrir þér. Og hún svarar mér og segir, hjartað stoppaði 23. febrúar. Hún var endurleikuð. Hún hafði verið á sjúkrahúsi á Kanaríeyjum, börnin voru öll á Íslandi. Og hún hafði, hjartaði stoppað. Hún var endurleikuð. Og hvað gerist þegar svona hlutur á sér stað í þínu lífi? Hvað gerist innra með þér og hvað fer þú að hugsa? Ég sé þetta er sannleikur, þetta gerist í alvörunni. Þar af leiðandi er ég ekki geðveik. Halleluja. Sem ég sagði ekki það, ég var ekki svo trúið. Þannig að ég fór að, ég komst að hjá ungum læknanema, ungir konu, á geðspítalanum sem var nálægt þar sem við byggum í Kanada. Hún var rosalega þægileg og bara, ég farið til alls konar geðlækna, það eru mjög misjafnir. Þessi var ótrúlega, hún var áhugasöm, hún var skilningsrík og ég sagði henni þessa sögu, sagði hvað það gerst og hún trúði mér. Hún sagði, já, þetta er áhugavert. Og ég sagði henni frá hvernig Ísland væri, bara svona miðlar á Íslandi og þú veist,
eitthvað svona fleira og hún bara setti svona menningarlegt samhengi og hún tók mig trúanlega. Ég prófaði að taka einhver lyf og þau fór eitthvað eitt líf mig. Ég er strax tekinn sem þunglyndislyf. Það var þau sem keyrðu mig upp í þetta geðrof. Og augljóslega var ég bara með bipolar. Skýri sveiflurnar. Og þannig að það var bara í fyrsta skipti, þú veist, alla leið upp. Og já, en svo komst við bara þeirri niðurstöðu, ég og þessi unga kona, hún bara, viltu prófa að vera lyfjalaus? Viltu sjá hvernig það gengur? Ég sagði, já, alltaf lag. Þannig ég fikk að vera lyfjalaus allt þetta vor. Þannig frá janúar og fram á sumar. Það var 2014. Og þetta var ótrúlega átakamikið sumar, sko, í sálinni minni. Nei, vor, ekki. Og ég var bara á hverjum degi, þú veist, að fara í gegnum þetta í hugan og bara og þú veist og voru aðrir hlutir að gerast líka, bara tónlistinn og fleiri hlutir sem voru bara svona svolítið rosalega mikið að veikja mig í huganum. Ég var rosalega spennt og svona en ég var alltaf með þetta í huga, trúðu aðeins, ekki óttast. Trúðu aðeins, ekki óttast. Og ég trúði því það sem konan hafði sagt að þegar sumar kæmi, þá kæmi eitthvað svar. En ég vissi bara þetta frauka fram á sumar. Ég var ekki í miklu sambandi við konuna, þú veist, ég ákvað bara eitthvað að treysta. Mér fannst það að vera svona sem ég ætti að gera og þetta bara að bíða róleg. Og ég var rosalega stressuð, ég var rosalega hrædd að ég væri raunverulega geðveik og ég var mjög hrædd við það og ég var bara svo hrædd einhvern veginn. Og svo kemur sumarið, ég kom til Íslands, mér fljótlega bara eftir ég kem þangað, þá hringi ég í hana, konuna, þá hún á Íslandi líka. Og hún er miðill og þetta var svo mikill léttir. Ég segi, hæ, þetta er Katla, hún segir, Katla mín, nú skil ég. Já, þetta er allt að koma til mín. Já. Og það var bara svona staðfesting. Bara, fekk hún einhver uppljómun, bara veit að heyra röddina mína, átti að sjá okkur hlutum sem hún ekki skilið fyrir. Maður svo mikið nákvæmlega hvað það var, en við ákváðum að hittast og hittast þannig nokkuð skipti yfir þetta sumar. Og það var ótrúlega gefandi, því hún var svona með mig þjálfun, má segja. Hún var svona að kenna mér einhverju svona inn á okkur að miðskáðu eitthvað og mjög svona spennandi og þú veist, þegar við hittumst, það var svona mikið töfrar í gangi, það kom rosalega þunga rigning bara í 1 sekúndu og alls konar svona, þú veist, bara umhverfið var allt lifandi og þetta var mjög svona sterkt, sko. Og ég var róleg, veist, eftir allt þetta vor, sem maður reynt svo mikið á, þá var ég kannski ekki svona rosalega ótrúlega spennt fyrir að ég væri með einhverja hæfileika og ég var ekkert sem ég væri norn eða neitt þannig lengur. En ég var meira bara svona, tók þetta alvarlega og fannst þetta svona, já, vá, hún er köllin í lífinu mínu, en bara dásamlegt. En svo nefnilega kem ég til hennar, í síðasta skipti við hittust, þá lítur hún í augun á mér og segir, Katla mín, veistu hvað, ég finn það, þú þarft að fara að lifa í einhvern tíma, segir hún. Og já, ok, ég bara, já, bara tímabundið. Og þú veist, það hefði ekki verið að gerast þannig laga sem benti til þess að ég þurfti að fara upp í lið. En ef hvað náttúrulega bara 20 og setna þá byrjaði ég að, þú veist, að hafa bara séð það fyrir að ég var á leiðinni eitthvað upp. Ekki af minni hegðun heldur bara út af sinni gáfu. Og ég finn það, sko, við vorum að gista með tengdaforeldrum mínum. Aðstæður voru allt aðrar heldur en höfðu verið þarna í Kanada sem var bara heima hjá mér eitthvað látið sem ég hættaði. Og ég hafði líka það sem mér finnst ótrúlega mikilvægt að koma til skila að þú getur lært af reynslunni. Og ég vissi bara að það hvernig ég hagaði mér í síðasta geðrofi hafði ekki verið gáfulegt. Það var ekki sniðugt að segja allt upp átt sem að koma í hausinn á þér. Það er ekki sniðugt að vera bara út allt. Þannig að þverjavögt við það og þá sat ég rosa mikið bara í sófa og andaði bara djúpt. Það var ekki bara andunartækni og þetta svona sem við gott að kunna. Og bara tók eftir. Ég sá bara hvað, það var svona margt sem kom og ég sá bara hvað er uppbyggilegt. Hvað get ég notað til góðs. Og það komur 2 verkefni til mín
sem var svona nógu krefjandi til þess að ég geti, þú veist, bara helgað, þú veist, ég gerði bara það. Skipulaði eitthvað ferðbúrsamann við vinkonu mína og kom einhverju tónlistsetti til einhverjar annarra stelpu og bara hugsa það sem var bara mjög hægilegt. En, þú veist, það var frábært. Ég gerði bara góðverk, það var bara gott. Og nýtti þetta til góðs. En samt sá náttúrulega fólk að ég var ekki alveg með sjálf mér. Og þegar fólk náttúrulega var áhyggjufullt af því ég hafði áður verið að geðdeilda, hafði áður komið eitthvað svona skrítið fyrir mig. Og maður mér fyrir að segja við mig, viltu ekki kíkja með mér deild? Ég fyrir að vera rosalega óróleg. Og ég var svo ótrúlega hrædd. Sko, þá er ég að staðfesta, þá er ég að samþykkja að ég sé veik, en þetta er ekki veiki, þetta er andleg upplifun, þetta er andleg vakning, þetta er augljóslega, þú veist, að gera góða hluti hérna, þetta er gott, þú veist, ég er að vinna með þetta, ég er að læra reynslunni, þetta eru eiginleikar sem ég er að öðlast. Ég vil ekki bara eitthvað sjúkdóminn og geðdeild og þess bara lyfja mig upp og eitthvað. Og ég var rosalega óttaslegin, þetta er ótrúlega erfitt. Ég lá rosalega mikið bara upp í rúmi, bara lagðist þar og þú veist, og ef að þið hefði verið í geðrofi, það er ekki auðvelt að liggja kjur, sko, en ég bara lá kjur. Og þú veist, nema hvað fór svolítið að stað svona eitthvað í líkamann mínum, svona eins og fæðingarhríðir, svona verkir hérna niður í mjóbakinu og ég fann, sko, ég var í úrvinnslu eftir að hafa, þú veist, lent í bráðakeisarum með strákinu. Þannig ég var að upplifa, í líkamann mínum hluti sem að ég tengdi bara við fæðingu. Og á náttborðinu hliðina á mér er myndað engli sem voru að vernda 2 börn sem eru að fara í brotnatrú og það er líka lítil svona biblíu mynd af Jesú Kristi. Og þá finn ég og heyri brjóttu myndina til mergjar. Og ég vissi alveg hvað mynd það var að tala og ég vissi að myndina Jesú. Og ég horfði bara á myndina Jesú og ég vissi ég ætti að brjóta hann til mergjar og ég setti bara alla hugráttuna, bara allt í þetta og láði þarna bara. Og ég hafði ekki minnst að tala við prest og kemur prestur og hann ætlaði að hjálpa að bara aðla fólkinu, sko, manninu mínum og tengdaforeldrum mínum. Hann gat ekki sett sig í mín spor eða skilið hvað var í þessi stað, sko, þó ég reyndi eitthvað að tala við það. Og hann segir bara mér, ég held að það sé eitthvað geðrænt og líklega og ég er bara, sem gerist svo er að Guð segir við mig, ég er með þér, farðu bara. Og ég fer bara með manninu mínu og geðdeild. Ég vissi bara Guðurinn að mér að þetta er allt í lagi. Og það gerist ótrúlega hlutir með við á bráðamóttökunni þar sem ég svo mætti að fara nánar út í. En mér fannst ég bara vera að fæðast aftur þegar ég labbaði út af bráðamóttökunni eftir að verið þar í 2-3 tíma, sko. Eitt af þessum gerist var að læknirinn kom og ég var með lokuð augun og ég vissi samt hver hann var og ég vissi hvað hann hét. Það var stelpa sem hafði verið með mér í mennt, sko. Þannig að það voru að gerast hluti sem voru augljóslega raunverulegir. Það er með alveg fá okkur líka að drekka eða eitthvað höltilega og borða. Svo fer ég með geðdeild. Svona ekki tannilega eftirminnilega þessi fyrsta einlegg, sko. Það spurði mig hvert ég fer, sko, héðan. Jú, ég veit hvað ég ætla að tala næst. Haustið 2015, þá vorum við flutt til Íslands. Við fluttum til Íslands aftur sumarið 2015. Og haustið þá ákvað ég að fara í kúrs hjá endurmenntun sem heitir Dulúð og Kristinn innan svega íhugun. Ég seti hann svega vegna þess að hann heitir Dulúð og Kristinn íhugun, þessi kúrs, og kenndur af guðfræðingi sem er líka félagsfræðingur og 2 geðlæknum og þess koma svo margir að þessum kúrs, þetta er mjög áhugavert, sko, og mér finnst það mjög spennandi. Og það er ekki bara að fjalla kristna íhugun, þetta er líka búddisma og fleiri nálganir og það kom hann að jógakennari og með svona gong, heilun og við bara lærðum alveg heilmikið og horfðum að áhuga bíómyndir og þetta var mjög, og ég talaði og ég hafði verið að lesa mér svolítið til og ég vissi það
að þú veist, það var fullt af fólki út í heimi sem var að vera fyrir andlegri vakningu sem að birtist í geðrænum áskorunum og ég vissi að það var líka bara róttæk barátta í gangi fyrir réttindum sjúklinga og ég vissi að ég þurfti ekki að vera feimin og ég get alveg talað um þetta og ég bara var mjög opin það sem hafi gerst fyrir mig og að ég hefði verið að geðdeild og svo framvegis. Og en það sem mikilvægasta sem gerðist í þessum kúrsi var bara ein setning eða svona klausa sem ég kemur frá búddamunki sem ég man því miður ekki hvað heitir en þetta breytti öllu því að þessi búddamunkur sagði og hann talaði svona mikilvægi þess í sinni andlegu viðleitni að velja sér einn andlegan meistara. Ég hafði verið mjög leitandi í mínu andlega lífi og ég hugsaði ok, ég ætla að velja mér andlega meistara og ég ætla bara að halda mig við einn andlega meistara og ég þurfti ekki að hugsa mig neitt ég vissi alveg hver það var því ég var þekkt hann í barnæsku og hann hafði hjálpað mér mikið og það var alltaf Jesú. Þannig ég hugsaði ok, hérna frá er Jesú Kristur minn andlegi meistari, ég ætla bara að helga með honum og ég tók þessa afdrifaríku ákvörðun og fór alltaf mikið eftir það sko ég fór að hugsa hvað vil ég gera með því, hvers konar kristni, hvað og ég var ekki spennt fyrir því að fara í minna kirkju neitt sko, ég myndi að fóra þessi lögumskirkju með strákið minni sundarskólan eitthvað svona en mér langaði bara að kynnast Jesú mjög náið sem persónu og ég fekk áhuga á frumkristni mér langaði bara að vita hvernig það var að vera með honum og þekkja hann persónulega og fór mikið að hugsa, setja mig í spor vinkvenna hans sem hann hefði haft og ég á myndi upp á vegg þar sem hann situr og tala við tvær konur og mér gjótt alveg vænt þessu mynd og ég ætla að spila fyrir ykkur eitt lag sem að fjallar það hvernig það gerist þegar ég bauð hann fyrst í heimsókn einu stofutíma. Viljið þið aðstanda upp og fá okkur að trekka áður en ég held áfram eða? Allt í lagi. Þetta er bara fínt. Okay. Ef þetta er langt, má ég leggjast í netið og Já, það var ekki ráðbært. Mér langar að heyri þér og ég fór að leggja mig fram með það heyri ég ekki. Leggst í netið, þá er ég búin að taka. Nei, það er við. Nei, allir leggst í netið. Já, flækjur eru alltaf henni góða. Ásamlegt. Eitt af það sem ég hafði áhuga á í minni andlegu leit voru gyðjur. Tengdi því mjög spennandi og ég upplifði og það var mjög þannig að segja ég hafði þroskast mjög mikið sem kona upp frá því að ég var móðir alltaf. Bara var komin inn í líkamann minn og hætti að vera í hausnum á mér alltaf. Og mér fannst gyðjur áhugaverðar og eitthvað spennandi þar. Og mér langar eitthvað að vera svolítið vitur og mér fannst við Jesús getum kannski bara spjalla saman og ég var í gyðja og það ekki margi og það var í Guð og þannig var það hugafæri mitt þegar ég bauð hann fyrst í heimsókn og ég satt í lótustellingu bara á stofugólfinu og lokaði augunum og hugsaði bara ok, Jesús er kominn, hann situr á móti mér og andlitið mitt bara fór að djúpa svolítið automatist og ég fann bara ég get ekki litið upp hvernig ég geta horft framan í hann og hann segir við mig til ég einlega með mér líttu upp og horfðu í augun á mér og ég hugsaði bara hvernig ósköpunum að ég geta horft í augun á Jesú Kristi og ég vissi bara ég veit að bara ef ég hefði verið vinkona í
vegar það hefði ég verið ástfangin á honum og þú veist, og hvað hefði við, var eitthvað í gangi bara sem við vitum ekki á. Ég var bara, þetta er bara ekki í lagi og ég bara svona gat eiginlega ekki og svo leit ég upp svona og bara, og hvernig, hvað gerist þegar ég opna augun? Og ég opna augun, ég sá hann ekki sko sem, sumt fólk sér hann í alvöru, ég þekki hann að stelpu. Ég sá hann ekki þannig en ég fann hann var þarna og það var svo fallegt að hann gaf mér rými. Fann bara að það var svo pláss í kringum mig sem var svona jafn langt á handlegginu á mér. Sem var bara mitt rými og var heilagt rými. Ég upplifði það svona gyðjurými jafnvel. Og hann var ekkert að koma hann eitt inn fyrir það. Og það var ótrúlega gott. Og ég bara, það var svo gott. Og ég samti laga þetta, það vil ég heyra það. Það heitir Modern Woman Facing Christ. Okay. I'm a modern woman Christ. You don't suppose I'll kneel before you. I'm a modern woman Christ. You don't suppose I'll kneel before you. I'm a modern woman Christ. You don't suppose I'll kneel before you. I'm one of those goddess types. 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 I invite you in to sit opposite. I invite you in to sit. I invite you in. I'm shy, so shy. I invite you in. I lift my face to face your perfect face. I do not dare to open my eyes. I might just fall in love with you. I will most definitely fall in love with you. Oh Jesus, don't come too close. Oh Jesus, give me some space of my own. Oh Jesus, I'm not ready yet. You're a gentle God. You don't intrude. Tears falling from my eyes now. I can feel mystery knocking on my temples. Temples? Hann sagði að vera að skrifa það sko. Ég var akkur gagnaugun. Ég ætla ekki að skrifa gagnauga og svo er bara gagnauga tempul. Vá, þetta gerði þig. You see me, you know me, you know me.
told me to repent now. You told me to change my ways now. You told me to submit to you. You told me to obey you. Your blood is on my hands now. Your blood is on my hands now. You tell me I'm forgiven. You tell me I'm forgiven. You tell me to be bold now. You tell me get up there. You tell me share my truth now. You tell me share your truth now. Ég sem sko eiginlega aldrei lög, en þetta er góð samvinna, já. Ég slappi kannski að... Já, það er eflaust orðið langt hjá mér. En það væri bara gaman samt að fá að spila eitt lag í viðbót á eftir smá stund. Og ég ætla bara að segja ykkur sögum með hvernig ég frelsaðist. Af því að kannski langar ykkur að heyra hana. En við getum líka kannski bara gert það næst. Hvað segir þið? Vil ég kannski bara pásu, hvað er klukkan? Ég veit það ekki. Langar að heyra hana? Já, einmitt. Það getur fólk kannski bara valið hvað það vil. Það er bara svona 2 mínútur aðeins svona